Góðan daginn og frábært að sjá alla hérna hjá okkur og kannski sé ekki þessum á netinu en bara velkomin. Ég var að koma núna sunnudaginn heim frá æðislegri tennisferðana frá Marokkó og alveg frábært að koma svona að fá frí frá vetrinum, fá svona sól í kroppinn og spila tennis á leirvöllum og kynnast fullt af skemmtilegu fólki. Og maður skilur alveg vel það að fólk hafi áhuga að vera að ferðast þegar maður hefur meiri tíma og kynnast annarri menningu. Það birtist áhugaverðar tölur frá Þjóðskrá Íslands núna í vikunni og það var verið að segja það að það eru tæp 51.000 íslenskar ríkisborgarar sem eru búsettir erlendis og það eru rétt yfir 100 manns. Við Íslandi búin að gera tvísköttunarsamninga við kringum 48 ríki og það ekki, hver ríki ekki alveg eins, það mismunandi reglur milli landa og ef maður að fara að flytja erlendis þá skiptir rosalega miklu máli að maður sé meðvitað það hvað réttindi og skyldur maður hefur í þeim löndum sem maður flytur til. Ég ætla aðeins bara að stikla á stóru myndina, það er náttúrulega ekki eitt sem á við hvert einasta ríki en það er kannski helstu bara grunnatriði sem maður þarf að hugsa ef maður að dveljast erlendis. Kannski fyrsti punkturinn greiðslu lífeyris, þannig að það breytist ekki þótt að maður flytur erlendis að fær maður áfram greiddan hennan ævilangan ellilífeyrir. Eina sem kannski breytist það að maður ekki lengur tengdur þjóðskrá, þannig að einu svona árið þá þarf maður að fara að sýna fram og þá maður sé lifandi og bæta einhverja stofnun hjá landinu sem maður býr og sýna hér ég. Og til þess að eiga áfram rétt að fá greiddan lífeyrir. Séreignin náttúrulega bara smá séreign og maður náttúrulega bara stýrir henni hvort sem á Íslandi eða erlendis. Anna Elísabet ætlar að fjalla núna eftir þá málefni sem tengjast Tryggingastofnun. Skattamálin, þau geta verið mjög flókin, þannig eins og ég nefndi Ísland hefur gert tvísköttunarsamning við mörg ríki og það mismunandi hvernig reglur gilda varðandi með hvernig lífeyrir skattlagður eftir hvernig hann hefur myndast og Elín Margrét ætlar að fjalla skattamáli núna rétt eftir. Og það getur líka, maður sér það að búin að vera að hitta alls konar fólk í vinnunni að þeir sem hafa verið að flytja erlendis að oft virðist fólk þurfa að kaupa sér þjónustu skattasérfræðinga til þess að aðstoða sig hvernig málin ganga fyrir sig. Það bæði á Íslandi og úti. Þegar maður að fara að eldast þá kannski alltaf líklega að maður þurfa að fara að fá þjónustu hjá heilbrigðisstofnunum og það skiptir mjög miklu máli að maður sé meðvitað hvernig maður sjúkratryggður og hvernig tryggingarnar allar virka og Berglindi ætlar að fara yfir það hérna núna á eftir. Lögheimili og búseta. Ef maður skráir svo land úr þjóðskrá þá getur það haft áhrif á réttindi manns á Íslandi. Og maður þarf líka að passa sig á því hvernig reglur eru dvalartíma í nýja landinu, hvort þarf maður að fara að skrá sig inn í landið og svo framvegis og vera mjög meðvitaður þetta. Bankaviðskipti og gjaldeyrismál, algengast það að Íslendingar sem búa erlendis eru bara að fá lífeyri áfram greiddan á reikninginn sinn á Íslandi. Það kostar verið að flytja pening út, flestir eru að fá lífeyri frá fleiri en einum lífeyrissjóði og það bara ódýrast að vera bara sjálfur að millifæra lífeyrisgreiðsluna sína inn á reikning erlendis. Maður hefur líka tekið eftir því í vinnunni að fólk sem verður með bankaviðskipti erlendis það þarf oft að vera að sanna hvaðan þessar lífeyrisgreiðslur koma, þannig oft eru bankan út að kalla á auka gögn til að sýna fram á hvaðan þessi peningar koma, þannig reglur peningaþvætti. Síðan náttúrulega gjaldeyrishreyfingar geta haft áhrif á raunverulega upphæð lífeyris vegna gengisbreytinga. Félagsleg réttindi aðstoð, ef það réttur og öðrum bótum, til dæmis húsnæðisbótum, þá geta breyst eða fallið niður og maður kannski að kanna það hvað réttindi og aðstoð maður á rétt á í nýja landinu. Dánarbætur og erfðamál, og ef maður komið lögheimili erlendis að þá eru ekki erfðareglur inn á Íslandi að eiga ekki við
og hann borgar sig því að vera viss það hvernig allt virkar ef maður fellur frá. Hver að fara að erfa maður, þarf maður að gera erfðaskrá, jafnvel kannski maður ekki skráð með lögheimili, má kannski fasteign, hvað á maður að gera vandi með fasteignana. Það er maður að gera einhverja ráðstafanir fyrir það. Og síðan líka ef þú átt maka eða fjölskyldu er gott að skoða hvernig flutningur getur haft áhrif á þeirra réttindi. Ég alltaf kannski of mikið að hugsa varðandi mig ef maður deyr, af því mamma alveg búin að passa alveg, já ef hún kannski býr ekki erlendis, ef maður flytur erlendis og er að ferðast, að maður deyr erlendis, þá er náttúrulega ekki að senda sig heimi kistu heldur með í krukkunni, eða hvernig maður segja. Þannig að hvernig virkar svona praktísk atriði, maður kannski ekki alveg hugsa þannig að maður ætlar að vera lifandi í útlöndunum. Þannig ekki allir sem ætla að flytja erlendis heldur bara að vera nokkra mánuði á ári á Spáni eða hafa það huggulegt, að þá heldur bara áfram sömu réttindum að með íslenskan lífeyrin, borga skatt og skyldur í Íslandi, og þannig kannski spurning bara með gjaldeyrin og hvernig tryggingarnar eru og svo framvegis. Og síðan líka kannski að maður getur kannski aðeins gleymt sér í útlandinu, að þessi tímabundna dvöl getur orðið langtímadvöl, þannig að vera meðvituð það hvenær maður þarf að fara að breyta lögheimili og ganga frá öllu því ef maður sér alltaf fram á þegar maður fann að búa í landinu. Ég ekki að fara núna sérstaklega yfir svona almennt lífeyrismál, en fyrir rúmu ári síðan þá vorum við með fyrirlestur sitt korter í eftirlaun, þar sem voru að fara yfir þessu helstu réttindi sem þarf að pæla í þegar maður að fara á lífeyrir, og það hægt að skoða þennan fyrirlestur bæði á heimasíðan okkar og á YouTube. En ég vil bara aðeins að lokum að minna á sjóðfélagavefinn okkar, en það alltaf hægt að sjá hver staðan manns hver inneignin og réttindi, og ef maður aftur að sækja lífeyrir, þá hægt að gera það inn í umsóknum, bæði þá innan ævilanga lífeyrir og úttekt úr séreign, og eftir búið að taka einu sinni út úr séreignarsjóðnum, þá getur maður stillt útgreiðslum undir útborgun séreignar, og hvort sem að fara að taka mánaðarlega einu lagi úr sjóðnum og styrkt í. Þannig að ég vildi bara minna að það á að vera einfalt, þannig að við greiðum tvisvar í mánuði út, þannig að það á að vera einfalt að vera að nota sparnaðinn sem maður búin að vera að spara fyrir. Bara að lokum að þá er alltaf hægt að panta fundi hjá okkur ráðgjöfunum, þá hvort sem að koma á staðinn, síma eða á fjarfundi, og þetta kostar ekkert, en það þarf að bóka það fundin bara inn á almenni.is. Það er bara takk fyrir.